Arðsemiskröfur sumra fyrirtækjanna í þessum rekstri hafa verið upp til 100% og það, ég man eftir því fyrir nokkrum árum þá var formaður Læknafélagsins spurður út í þetta og hann varð að viðurkenna að þetta verið rétt. Sumar þessar einkareklustofur voru að greiða sér allt upp í 100% arð. Þinn flokkur ekki fylgjandi þessum einkarekstri sem við höfum talað að losa út biðlista og annað. Hvernig á ríkið hefur það burði til að leysa þessa flóknu stöðu? Já, það verður að hafa þá burði og það meira að segja fleira sem það þarf að gera vegna þess að við höfum á stefnuskrá okkar gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi. Það er að segja að þessum komugjöldum og ýmis annað gjaldtöku af sjúklingum verði hætt. Það eru gjaldfrjáls heilbrigðiskerfi í löndunum í kringum okkur sumum og við höfum þetta einu sinni svona sjálf og við erum töluvert ríkari núna heldur en þá. Hvernig ætti þá að fjármagna heilbrigðiskerfið? Það er engin komugjöld Veistu hvað þessi komugjöld eru mikill hluti af fjármögnun heilbrigðiskerfisins? Nei, ég þekki það. Það er ansi lítill. Já. En þú vilt afnema komugjöldin? Já, og ég vil að sem sagt heilbrigðiskerfið og menntakerfið okkar og velferðarkerfinu öll séu gjaldfrjáls. Og það þarf ekki, það hefur kannski farið fram hjá þessum herramönnum hér hægra megin við mig, að það hafa oft verið gerðar kannanir á því hvernig fólk vill hafa ýmsa þjónustu á Íslandi og það hefur alltaf verið gríðarlegur eða mjög greinilegur meirihluti sem hefur viljað hafa þessar grunnstoðir okkar og heilbrigðiskerfið ekki síst í opinberri eigu, opinberri rekstri. Þannig að ég er ekki farin að sjá að einkareksturinn leysi neitt óskaplegan vanda og ég held að hann geti jafnvel skapað fleiri vandamál en hann leysir og hann er ábyggilega ekki leiðin til að nýta fjármunina best vegna þess að einkafyrirtækin þau þurfa alltaf að taka sér dálítið bita af því sem ríkið borgar þeim til þess að greiða sér út hagnað og er það eitthvað sem við getum búið við að menn séu að greiða sér út hagnað af því að lækna aðra? Það fer ekki vel saman við Hippókrates. Arðsemiskröfur sumra fyrirtækjanna í þessum rekstri hafa verið upp til 100% og það, ég man eftir því fyrir nokkrum árum þá var formaður Læknafélagsins spurður út í þetta og hann varð að viðurkenna að þetta verið rétt. Sumar þessar einkareklustofur voru að greiða sér allt upp í 100% arð.